Við höfum verið að ræða fangelsmál og allar hliðar fangelsmála, hvað við erum að gera rétt og hvað við erum að gera ránt og hver stefnum við í málaflokknum. Kannski eitt af þeim málum sem við höfum ekki verið að ræða hvað gerist eftir afplánun og eftirfylgni með föngum og hvernig þeim líður eða ber af eftir afplánun. Við ætlum að ræða húsnæðismál í dag en eitt af því erfiðasta fyrir fanga þegar þeir losna úr afplánun að útvega sér húsnæði. Til mín komin félagsráðgjafinn Íris Ósk Ólafsdóttir. Velkomin. Takk. Það séu gott. Allt gott. Þú ert hjá teymi hjá Reykjavíkurborg sem sinnir húsnæðislausum. Já. Það heitir HMF Þ. Aha. Er ekki rétt? Jú, þetta er humð. Humð? Já. Hvað gerir þetta teymi? Getur þú sagt mér aðeins frá því? Já, þetta er skammstæði fyrir heimilisleysir með miklar og flóknar þjónustuþarfir og þetta var í rauninni áður skilgreint sem utangarðs fólk og þetta var breytt 2019 með nýrri stefnu Reykjavíkurborgar í málaflokki heimilisleysa með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Og teymi mitt, við erum 3 félagsráðgjafar teyminu, hafa stofnað í mars í fyrra. Og já, sérhæfum okkur í þessu málaflokki og eru með þekkingu í þessu, já. Þið eru með aðstöðu á Laugavegi, eða ekki? Já, þjónustumiðstöð Vesturbæ, Miðborg og Hlíða. Er þetta eina þjónustumiðstöðin sem er með svona teymi? Eða? Í rauninni já, sem er með svona sérhæft teymi. En það er náttúrulega bara í öllum þjónustumiðstöðum í Reykjavíkurborg auðvitað bara félagsráðgjafar sem að sinna þessu málaflokki líka. En okkar þjónustumiðstöð í rauninni svona með þessa bara sérþekkingu á það sem við erum sinnum eingöngu þessu málaflokki og erum 3 með þessa einstaklinga. En það líka eru rosalega margir með lögheimili á okkar svæði sem eru heimilisleysir. Hvað er þetta gefandi starf? Þetta er mjög gefandi, þetta er mjög krefjandi og já, erfiðasta starf sem ég hef verið í allavega. En hvernig tengist þetta föngum eða þeim sem hafa lokið afplánun? Rosalega margir einstaklingar sem við erum að sinna lenda í afplánun og ítrekað. Og í rauninni er bara auðvitað margir fangar sem eru heimilisleysir og hafa glímt við heimilisleysir til lengri tíma. Þannig að við reynum ásamt vorteyminu að undirbúa svona þegar áður en afplánun lýkur með misgóðum árangri, bara út af úrræðaleysi oft og svoleiðis. Þannig að við erum að fara inn í fangelsin, að hitta fangana þar sem við erum að sinna og ásamt einmitt vorteyminu sem er undir okkar málaflokki líka. Já, og þetta er svolítið nýtt, þetta er eins og segir, þetta teymi var stofnað í fyrra, vorteymi var stofnað fyrir 2-3 árum, eða ekki? Man ekki hvenær vorteymi. Þetta er allt í tíð núverandi, það var ráðin nýr yfirmaður og hún svona innleitið þetta, eða ekki? Algjörlega, já, algjörlega. Og bara í þessi stefnu sem Reykjavíkurborg var að koma með sem er frá 2019 til man ekki alveg hvenær 2025 eða eitthvað, ég man ekki alveg, ég er örugglega að fara með rangt mál samt, að þá er verið svolítið að fara í þessa vinnu. Hringi síminn. En sinnið þið eingöngu heimilislausum með lögheimili í Reykjavík? Já, við sinnum eingöngu einstaklingum með lögheimili í Reykjavík, já. Mín þjónustumiðstöð, við 3 í mínu teymi sinnum bara þeir sem eru með lögheimili í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum. Heimilislausum, það er eitthvað það og svo kannski það sem kannski líka að nefna að einstaklingar sem búa í úrræðum á okkar vegum fara auðvitað líka í afplánun og halda þá oftast bara því húsnæði sem þeir eru með á meðan þeir eru að afplána. En það eru ekki allir heimilislausir kannski sem ég er að sinna því ég hef svolítið verið tengilu við fangelsismálin og en afar fáir eru með húsnæði. Já. Já, ekki mjög margir. Þannig að í raun og veru allir fangar eða fyrrverandi fangar sem þið sinnið, þeir eru heimilislausir. Þeir eru ekki að sinna neinum öðrum föngum. Í raun og veru bara þetta húsnæðisúrræði, eða ekki? Já, í rauninni hefur það eiginlega verið svolítið þannig, já. En hvað gerist ef að heimilislaus verður svo með lögheimili í öðru sveitarfélagi? Er það eitthvað sem hvað breytist þá?
þá fer hann í það sveitafélag. Hann fer í það. Mhm. Hvernig er þessu háttað í öðrum sveitafélagum? Veistu það? Ég veit að Hafnarfjörður er eitthvað aðeins að gera eitthvað varðandi heimilisleysa það, held ég að fara að koma með eitthvað úrræði, það var allan komið í blöðunum og en ég þekki ekki til, en ég veit bara að sko Reykjavíkurborg stendur afar vel í þessum málaflokki og bara hrós skilið og rosalega gaman að vinna hjá Reykjavíkurborg þegar svona mikil svona, hvað segir maður, þegar verið að leggja mikla áherslu á þennan málaflokk. Ég held að önnur sveitafélög mætti alveg taka okkur til fyrirmyndar. Já, ég get alveg votta það er margt breyst á síðustu árum. Við vorum í óbærslegum vandræðum með Reykjavíkurborg áður. Það voru mismunandi þjónustur og mismunandi reglur eftir hverfum. Það var oft ferlega erfitt en það hefur batnað mikið og við höfum átt gott samstarf við Reykjavíkurborg afstæða og Reykjavíkurborg hefur styrkt okkur til dæmis ágætlega síðustu árin og enda erum við held ég líka að sinna vinnu fyrir Reykjavíkurborg þannig þú ert tengiliður Reykjavíkurborgar við afstöðu eða sem sagt allavega miðborgar Hlíðar og við höfum unnið mikið saman og verið í miklu samskiptum með skjólstæðinga okkar beggja. Sérðu fyrir þér að samstarf afstöðu og Reykjavíkurborg gæti orðið betra eða meira og hefur eitthvað? Sko, ég held bara að samstarf sé alltaf að finna góða, þú veist að við séum í góðu samstarfi, sérstaklega þú veist að við getum bara að tala saman og varðandi líka, þú veist, upplýst ykkur líka það bara þær reglur og hvað sé í boði og svona, að við getum, ég hef til dæmis bent þeim sem ég er að sinna inni, bent bara á afstöðu og samstarfið gengi bara mjög vel, þannig að já, ég held bara að það sé mjög mikilvægt að hafa gott samstarf. Já, þið hafið lagt svolítið áherslu á samfellu, sem sagt, á þjónustunni. Þýðir það að menn fá sína ráðgjafa strax þegar þeir fá dóm eða að lenda í fangelsi eða lendir og eru svo allan tíman með sama aðila því að þetta hefur svolítið verið vandamál líka í gegnum tíðina, ekki bara hjá félagsráðgjöfum heldur bara í öllu kerfinu í raun og veru, sálfræðingur, læknum og öðrum. Sko það sem þetta í rauninni þetta er rosa misa, sumir eru með félagsráðgjöf bara þegar þau koma inn og aðrir eru ekki með félagsráðgjöf og þá hafa félagsráðgjöf Fangelsismálastofnun að vera bara duglegir að óska eftir félagsráðgjöfum fyrir þá, eða fyrir þau. Það eru þetta erfitt að fyrir félagsráðgjöfum sem þeir eru nú 3 núna að starfa þarna, að ná utan alla og ná að koma öll í farveg áður. Það er bara óraunhæft í rauninni, sko. En ef að fanga koma í, þú veist, viðtölu félagsráðgjöfa, að þá er þetta alltaf sem félagsráðgjöf að spyrja. Ertu með félagsráðgjöf hjá okkur sveitafélagi og koma því þá í kring. Og þá er þá viðkomandi með félagsráðgjöf hjá Fangelsismálastofnun og svo félagsráðgjöf í sveitafélaginu. Svo veit ég svo sem ekki hvernig hins sveitafélagin alveg, þú veist, vinni þetta og kannski þegar einhverju út á landi og svona. En sérstaklega eftir að var búið að vera núna frítt að hringja fyrir fanga, að það hefur rosalega muna miklu, sko, og gengi miklu betra við samskiptum. Já, þannig að þeir, sko, vita fangar þeir geta leiða til ykkar, því að stór hluti fanga á erfitt með að sækja þjónustu, óska eftir einhverju, senda fyrirspurn eða eitthvað slíkt, en vita af ykkur, vita geta hringt og það auðvelt, eða eru þið að farið þið að fyrrabræði bara til þeirra og spjalli við á bjóðið þjónustuna eða? Nei, af því að sko við vitum ekkert hver er inni. Nei. Við vitum ekkert, þú veist, það er rauninni bara þegar kemur beini frá félagsráðgjöfunum á Fangelsismálastofnun, þá höfum við samband og og eins og segi, þú veist, það hefur auðvelda aðgengi að þeir geta hringt í okkur, af því það er oft erfitt, maður hittir kannski, þú veist, svo hringi tilbaka, þá þarf að sækja hann er í útiveru, þá er ég á fundið, hann er ekki tilbaka og svona. En nei, við förum ekki og bjóðum, af því við vitum ekkert hver er í afplánun og hvar hann er með lögheimili og svoleiðis, sko. Þannig í rauninni svolítið í höndunum þetta á einstaklingunum sjálfum, en það er líka félagsráðgjöfin á Fangelsismálastofnun þegar þeir hitta fangana, að þeir spyrja alltaf, félagsráðgjöfnir eða svona yfirleitt, spyrja, þú veist, alltaf af þessu. En sem sagt, internettenging í fangelsunum, heldur að það myndi auka aðgengi að ykkur, eru til dæmis þeir sem eru í opnum fangelsunum þar sem mega vera með internet?
eru þeir í meiri samskiptum, en hvernig sérðu fyrir þér að það væri hægt að koma á meiri samskiptum með auknu net? 100%. Já, 100%. Það sem er líka sko að þetta er ákveðin sko endurhæfing, að maður getur orðað þannig að vera með net, af því að sumir hafa aldrei sendt e-mail, þeir eru ekki svona með e-mail og þú veist, þeir eru svona að æfa sig bara að sækja þjónustu eða sækja eitthvað á netinu og ég hef alveg verið með einstaklinga sem að eru bara ok, þetta er mitt fyrsta e-mail, þú veist, og ég er svolítið stressaður að fara að byrja að nota, þú veist, bara e-mail, eitthvað sem okkur finnst vera ótrúlega svona eðlilegt að nota og þannig að þetta er líka svolítið bara hluti af ákveðna endurhæfingu að vera að, þú veist, gera þetta sjálfur í staðin fyrir að láta félagsækjum alltaf hringja og gera og græja og svona að algjörlega myndi ég telja að það væri bara og að geta sendt tölvupóst eins og maður finnur þegar maður er með einstaklega í opnu fangelsi að geta verið bara í þessum tölvupóstsamskiptum að því kannski eru þeir allt í einu bara dett í hug að spyrja einhverju þá getur bara, hei, ég sendi bara tölvupóst, svo það kannski kvöldi til eða eitthvað og svo kannski, þá get ég svara bara þegar að ég sé tölvupóstinu og svo framvegis. Þannig að algjörlega, sko. Ég er alveg þar líka að auka net aðgang fanga, ég meina það þú þarfst að gera allt í dag með rafrænu skilríkjum, sækjum allt á netinu, skila skattarskýrslum, bankayfirlit, annars slíkt og ég held að menn staðinni mikið, sko, ef eru ekki með aðgang að þessu í lengri tíma, sko. Algjörlega, sko. En þú varst að vinna hjá Fangelsismálastofnun tíma og ert þaulvön í þessu og ert ein af tveimur held ég tengiliðum við Fangelsismálastofnun fyrir Reykjavíkurborg. Ég er ekki að fara að biðja að gagnrýna Fangelsismálastofnun en er eitthvað sem frá þeim tíma og núna eitthvað sem þú telur að mætti betur fara til dæmis í málaflokknum? Það má alltaf gera betur. Ég ætla að vera óslega dipló svar hérna. Það sem að mér finnst vera mjög skrítið er að stofnunin skuli ekki bara fá fullt af peningum, skiluru, og það sé ekki bara fullt af sérfræðingum, fjölga, þú veist, félagsráðgjöfum, sálfræðingum og bara, þú veist, fanga við bara að setja pening í þetta og hafa meiri bara svona endurhæfingar stefnu og sem að kostar auðvitað allt pening en in the end hlýtur það að spara, þú veist, bara því að við erum alltaf að hugsa hvernig koma svo einstaklingar út úr afplánun og þannig að ég myndi vilja sjá miklu fleiri af sérfræðingum vera að vinna þarna og fleiri meðferðarúrræði til dæmis að sé ekki, þú veist, það sé bara, ég veit ekki, sér meðferðarstofnun fyrir einstaklingar sem er í afplánun eða eitthvað, að það sé bara í rauninni réttindi að fá að fara í meðferð. Ef þú vilt fara í meðferð, þú fáir að fara í meðferð. Að sé ekki bara eða þú ert heppin, skilur að því það er akkurat list pláss eða eitthvað þannig. Þannig að mér finnst að það mætti bara gera mun betur, þú veist, að mig bara setja miklu meiri peninga í þetta, sko. Því við vorum að tala um peninga, góðar hugmyndir eru ofta stoppaðar út af því að það er ekki til peningur. Vantar pening í þennan málaflokk sem að þú ert núna að vinna í? Sko, það vantar alltaf pening, en það náttúrulega er þessi stefna sem er í gangi sem er verið að vinna að og við höfum það svo sem örugglega ágætt en það þarf alltaf miklu meiri pening í þetta. Við fengum fréttir að nú á að fara að setja einhverja hátt í 2 milljarða í steypu á Litla-Hrauni núna næstunni. Já. Hvað finnst þér um það? Sko, mér finnst þetta góð hugmynd að skipta þessu svona. Ef að þetta er hugmyndir sem hefur verið að og vinna að gera fangelsi betur þannig, sko, en það mætti bara setja 2 milljónir þar og 2 milljónir líka í allt annað og starfsfólk, eða þú veist, það má bara gera miklu meira, sko. Við höfum svo sem rætt þetta mikið, sko, mér finnst 2 milljarðar næstu í steypu, breyta Litla-Hrauni, það er ekki fara að breyta neinu í raun og veru, auðvitað verður þægilegra að vera þar kannski, þægilegra umhverfi fyrir fangaverði, en svona mínum mati þá hefði ég vilja gera bara, í raun og veru rífa Litla-Hraun og gera bara, það er að byggja 3000 fermetra á opnum fangelsum, það er jafnvel hægt að vera með það skipt í tvennt og þá væri eitt venjulegt og svo annað sem er opið fyrir veikasta fólki þar sem gæti einmitt verið mikið af fagfólki að vinna, sko. En það er ekki hugsunin held ég í þessu. Hólmsheiða fangelsi að mínum mati dugar fyrir þá sem þurfa að vera í lokuðu fangelsi í raun og veru. En hvað með vernd? Vernd áfangaheimili sem að menn fara í áður en þeir losna að margir hverjir. Það er hluti af þessari tröppugangi út í frelsið. Hvernig tengist þú vernd?
Herri, ég var svo heppin að rétt eftir að ég byrja þá var ákveðið að veri samstarf sem styrir tengiliðir. Það eru 2 frá Reykjavík og borgar tengiliði við Vernd og ég var svo heppin að fá að vera einn af þessum tengiliði og ég og Dóra Guðlaug sem er félagsráðgjafi á þjónustumiðstöð í Breiðholti. Við sitjum í svona vikulega fundi sem eru á Vernd, alltaf svona húsfundi og erum bara í góðu samskipti við bara, þú veist, Þráinn og þá á Vernd, þú veist, og samstarfið gengi mjög vel. Þannig ég bara, já, mér finnst ég mjög heppin að hafa fengið þetta hlutverk. Frábært. Hvað er framöndan hjá þér og HUMF teiminu? Já, sko, við erum auðvitað bara að vonast til að fá fleiri húsnæði. Við viljum hafa auðvitað bara, þú veist, húsnæði fyrir alla og sem er það bara sniði að þörfum hvers og eins, þú veist, að við erum með skaðminnkandi úrræði, þú veist, það eru svona, þetta er allt housing first, húsnæði svo að kallast, að, myndum vilja fá fleiri úrræði, húsnæðisúrræði, svo bara erum við auðvitað bara að krossa fingur að frumvarpið afglæpavæðinguna verði samþykkt, þannig að við erum mjög spenntar fyrir því og neyslurými, að það fara af stað, þannig að það bara, og svo bara að fræða fólk, þú veist, og tala, það sem okkur finnst svo mikilvægt er bara líka orðræðan, hvernig er talað fólk og hvernig er talað fólk með vímuefnavanda og allir í kringum að passa sig alltaf þegar segja eitthvað svona bara, var ég að segja þetta rétt, þú veist, bara hvernig við tölum fólki sem glímir við vímuefnavanda og bara svona þetta sé bara borin virðing fyrir, þú veist, okkar fólki, sko. Já. Þannig að við erum svolítið, já. Ég var einmitt á námskeiði hjá henni Svölu. Já. Skaðaminnkandi úrræði núna bara í síðustu viku. Mjög fróðlegt. En housing first, húsnæðisúrræðin sem við erum með, það eru þessi litlu húsnæði sem er búið að setja hér og þar, er það ekki? Sko, housing first eru, sko, það eru kallað stakar íbúðir og það er bara í rauninni bara eins og venjuleg félagsleg leiguhúsnæði. Þannig að við erum með stakar íbúðir, svo erum við með smá hús sem eru Gufunesi og við erum bara að fá þau út allt hús líka. Við erum eigum alveg nokkuð smá sem við erum eftir að fá stalla að setja það á. Smá hýsin á Granda. Svo erum við með svona skaðminnkandi úrræði sem eru herbyggi og svo íbúðir líka. Þannig að þetta er svona alls konar húsnæði í rauninni, en þetta er skilgreint sem húsnæði fyrst, eða housing first. Og þeir sem eru í þessum úrræðum eru með þjónustu frá vorteiminu. Já, þeir sem eru í húsnæðunum. Já. Íris Ósk, frábært að tala við þig og takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti.